Þessu næst ætlum við að tala símenntun og endurmenntun en við sjáum það núna þessa dagana að símenntunarmiðstöðvar og skólar og alls konar fyrirtæki eru að auglýsa haustnámskeið, vetrardagskrárin að hefjast og svo framvegis en Símey sem símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar líka að hefja sitt vetrarstarf. Valgeir Blöndal Magnússon og Anita Jónsdóttir, verið velkomin. Það ekki vetrardagskrárin að byrja? Jú, ég held að við séum bara að segja að það er allt á fullu ferð, allt á fljúgandi siglingu, myndi ég segja, hjá okkur. Símey, hvers konar fyrirtæki þetta? Símey sem sagt fræðsluaðili hérna í Eyjafirði sem stuðlar að bara hækkun menntunarstigsins í samfélaginu í tengslu við samfélagið og markhópana sem eru þá fólk á vinnumarkaði kannski sem ekki lokið formlegu lokaprófi í framhaldsskóla eða starfsmenntanámi. Það svona kannski okkar megin áhersluhópur kannski sem við viljum ná til vegna þess að þarna fólk með mikla reynslu sem á ótal tækifæri hjá okkur. Þannig að það svona kannski fókushópan hjá okkur í dag. En Anita, að velja sér rétt nám eða námskeið, það getur nú reynst erfitt. Já, það getur reynst mörgum erfitt og þess vegna svo gott hjá Símey boðið upp á náms- og starfsráðgjöf og viðtöl við náms- og starfsráðgjafa sem geta leiðbeint fólki og opnað þá möguleika sem eru í boði og veitt fólki stuðning sem kannski að koma til að mennta sig eftir mjög langt hlé. Þannig að fyrir marga þetta stórt skref en mikilvægt að veita góðan stuðning og ráðgjöf. Hvers konar námskeið eru þið almennt með eða þetta allur skalinn? Þetta mjög fjölbreytt, þetta fólk gerir sér ekki grein fyrir hvað við vinnum á fjölbreyttan hátt í rauninni. Við erum náttúrulega að bjóða upp á vottaða námskeið frá fræðslumiðstöð atvinnulífsins og það eru á ýmsum toga. Það er sölu markaðs- og rekstrarnám, það getur verið FabLab-smiðja, skapandi greinar, skrifstofuskóli, bóklegt nám, hvað eina og við finnum bara svolítið þörfina hverju sinni eins og að skapa þetta í samfélaginu. Þetta nú stór þáttur hjá okkur að bjóða upp á þessar námsleiðir. Svo erum við stök námskeið líka. Við erum svolítið að færa námið okkar inn í atvinnulífið og þannig bara staðan í dag að atvinnuþátttaka er mikil og það er ákveðin virkni á vinnumarkaði. Þannig að við erum að bjóða upp á fyrirtækjaskóla undir okkar fyrirtækjasviði þar sem við erum að halda utan fræðslu innan fyrirtækja. Við erum stór verkefni í því og þar markhópurinn okkar klárlega starfsmenn fyrirtækjastofnana. Þannig að ég hvet stofnanir fyrirtækja að kynna sér þessa möguleika varðandi fyrirtækjaskóla, þarfagreiningar og bara byggja upp hæfni inn á vinnustæðina. Það okkar áhersla í dag. Og svo erum við að bjóða upp á bara stök námskeið sem svolítið starfstengd. Það eru bókhaldsnámskeið, það eru FabLab-námskeið og svo framvegis. Og svo erum við líka svolítið að leita til millistjórnanda vinnumarkaði. Það stór hópur sem mikilvægt vegna þess að ef þú styrkir millistjórnandan þá ertu bara að ná til markhópsins í leiðinni. Þannig að við erum að bjóða upp á mjög spennandi stjórnandanámskeið í markþjálfun, mannlegi millistjórnandinn og svo mætti lengi telja en við erum svolítið að fókusera á vinnumarkaðinn. Þar fólki að finna leiði til þess. En svo vinnumarkaðurinn, hann breytist alltaf töluvert og svo sem náttúrulega bara starfsemi fyrirtækja og stofnana breytist líka. Þannig að það væntanlega bara nauðsynlegt fyrir fólk að stunda þessa svokölluðu símenntun eða endurmenntun. Já, og áhersla núna einmitt á ábyrgð einstaklingsins til þess að þróa sig áfram í starfi og þetta gríðarlega mikilvægt fyrir fyrirtæki að hlúa að mannauðnum með því að hafa vel menntað fólk á sínu sviði, hvað sem það er. En það eru fjárútlátu fyrir fyrirtækið en sá kostnaður hann skilar sér alltaf tilbaka. Já. Að hann skila sér í góðu mannauði sem gríðarlega mikilvægt. En hvað með þið eru þetta tengd atvinnulífinu, þá það væntanlega ferðaþjónustan, hvers konar námskeið bjóðið þar upp á til dæmis? Það nú erum við nýlega búin að skrifa undir samningu það sem heitir hæfnisetur ferðaþjónustunnar í samstarfi við aðra símenntunarmiðstöðvar á landinu. Og þetta bara átakið því að ná til ferðaþjónustufyrirtækja með að efla hæfni sinna starfsmanna. Við vitum að það búin að gríðarlega vöxtur í ferðaþjónustu eins og allir vita og mikið magn en nú spurning gæði þess að við erum að gera. Og þetta hæfnisetur hefur þann tilgang að bjóða ferðaþjónustufyrirtækja upp á möguleika varðandi fræðslu. Þarna erum við að tala svolítið innri fræðslu, rafræna fræðslu. Það að koma mjög sterkt inn í öll fyrirtæki í dag rafræn fræðsla.
það er að koma nýji starfsmenn sem þurfa aðra aðferð heldur en við kannski eldri, það er þetta með tæknina og snjalltæknina og allt þetta sem þurfum að nýta okkur. Þannig að núna á næstu 14 mánuðum munum við gera átak í þessu og heimsækja ferðaþjónustufyrirtæki og kanna hvað þau vilja gera til þess að efla hæfni sinna starfsmanna. Hvað gerist? Jú, rýrnun minnkar, það er betri komment á TripAdvisor, það er minni starfsmannavelta, en þannig að, og bara gæði þessi við erum að gera í ferðaþjónustunni. Og þetta verður átak hjá okkur næstu 14 mánuði í samstarfi hæfnisveitu ferðaþjónustunnar. Hversu öflug eru þið í símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar? Þið eru þá væntanlega á öllu Eyjafjarðarsvæðinu eða er það sóga til ykkar alla sem að tinga til Akureyrar? Nei, við sinnum þjónustu líka Siglufirði, Ólafsfirði, Dalvík og austan við okkur líka. Og nýverið var verið að opna miðstöð eða semst útibú símenntunarmiðstöðar Eyjafjarðar á Dalvík bara síðasta föstudag við hátíðlega athöfn. Þannig að það er ekki sem sagt langt fyrir fólk að sækja alls kyns námskeið sama hvar það býr í firðinum? Nei, það ætti ekki að vera. Það ætti að vera hægt að finna námskeið í sínu nærumhverfi. Mér langaði líka að bæta við varðandi ferðaþjónustuna. Það er gríðarleg aukning í íslensku sem öðru tungumáli og gríðarleg aukning í þátttöku þeirra sem vilja efla íslensku kunnáttu sína. Ég held að við séum að keyra núna 5 hópa, 5 sem sagt námskeið, 5 stig. Já, stór hluti af starfsmenn ferðaþjónustunnar eru erlendir og þeim þarf að sinna og þetta er gríðarlega vöxtur í þessu. Að mæta þessum hópum með réttum námskeiðum og þjálfunum, sko. En þegar þið eru með svona fjölbreyttið úrval, hvernig gengur bara að fá kennara? Það er bara mjög gott að eiga við það og við fáum fólk bara hvaðinn af að bara bestu mögulega leiðbeinendur og atvinnulífinu mikið. Og það gengur bara vel og fólk vil klálega að vinna með okkur, það er bara jákvætt. En þeir sem er að fara í nám, hvað sýnist ykkur, er þetta frekar sem sagt yngra fólk sem að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að sækja sér endurmenntun eða er þetta allur skalinn og hvað með kynjaskiptinguna? Þetta er allur skalinn. Og til mín hafa til dæmis leitað unglingar, 18, 19, 20 og allt upp í fullorðið fólk sem langar að bæta við sig menntun eða er jafnvel að velta fyrir sér öðru starfsvettvangi. Þannig að skalinn er alveg mjög breiður aldurslega. Já, ég held að kynjaskiptingi sé nokkuð jöfn. Já, svona 60, 40, kannski upp í 70 konur. Það er nú bara svolítið algengt í fræðslumálum að konur eru meira áberandi. En það er eitt varðandi þetta og kynjahlutföll og annað og aldur að við erum náttúrulega mikið að nota raunfærnimat í okkar starfi og höfum mikið unnið með það í yngrinnum sem dæmi og höfum langar reynslu af því. Nú er ekki alveg víst að allir viti hvað raunfærnimat er. Nei, raunfærnimat, þú getur farið í raunfærnimat eða verið með að minnsta kosti 3 ára starfsreynslu úr ákveðinni atvinnugrein. Og lengstu reynsluna höfum við einmitt í yngrinnum og bara unnið í því mjög lengi. Undanfarið höfum við að vinna með sjávarútveginum og fólki í landvinnslu í samstarfi með við Samherja. Og þar erum við að meta færni fólks á móti fisktækninámi sem er 2 ára starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Og þegar þú bara sem einstaklingur fær bara þetta mat tilbaka, þú bara fullt á áfengum sem þú bara loki í raunfærnimatinu, þetta hefur viðvarandi áhrif á því sem einstakling. Þú allt í einu bara finnur leið til þess að fara að læra frekar og sjálfstraust eykst og svo framvegis. Og í dag erum við að bjóða upp á fisktækninám á Dalvík sem lengi hefur verið í bígerð og nú er það bara raunveruleika og fyrsta árið að baki og núna í haust byrja hópur á Akureyri. Og þetta er frábær leið til þess að bara hækka menntunarstig og búa til leiði fyrir okkar markmið. Það er sjálfsagt hægt að finna þetta. Þetta eru eldri hópar, sko. Það er hægt að finna allar upplýsingar og öll námskeið og allt sem í boði er bara inn á ykkar heimasíðu eða hvað? Já, og svo er þetta að fylgja okkur á Facebook og Instagram, svona þessum helstu samfélagsmiðlum. Tæknin, það er alltaf. Eða bara mæti viðtal og ræða við ykkur. Það er allir hjartanlega velkomnir í sími. Anita og Valgeir, bara þakka ykkur fyrir komuna og þar með sláum við botninn í föstudagsþáttinn. Þakka ykkur fyrir samfylgdina, verið sæl.